vinni til að gefa Guð dýr og heiður. Þegar ég kom í kirkjuna Guð lofaði mér að hann myndi gefa mér fjölskyldu og hann myndi gefa mér börn. Þegar dóttir mín kom í fjórða mánuð, þeir komust að stúlka var með Downs heilkenni. Þetta gerði mér mjög leið en Guð hafði sagt mér það. Ég kom í kirkjuna þann dag og Guð sagði mér það. Ekki hafa áhyggjur. Vísindin hafa sagt að þú verði að binda enda á líf stúlkuna. En þú veist að ég þá sem gefur líf og tek það frá þér. Og þú ætlar að sjá dóttir sína helbrigða. Hún verður falleg manneskja og hún mun sæmna fjölskyldu sína. Hún mun færa þér miklu gleði og þegar þú sér andri dóttir sína þú mun sjá mig. Því það ég sem framkvæmi kraftaverk Guð valdsins. Bráður ég segi ykkur að svona var það. Guð lofaði mér að hann ætlaði að setja aðstæður minn í andlega hátíð sem þau hugguðu mig. Sem Guð gaf mér spádóma á hverjum degi, hvatti mig, hjálpaði mig. En ég dreymdi þegar ég var með 7 mánuði sem dóttir mín og þessi stundur leyfði Guð mér að dreyma systur María Luisa. Ég dreymdi að systur María Luisa sagði mér af hverju hefur þú áhyggjur sem ég þá sem mun að færa þér gleði, þú mun sjá að dóttir þín mun vaxa á vandræði. Og þú mun geta þér hana, ekki hafa áhyggjur, bræður, og ég vaknaði glöð daginn eftir að fylgja þessu leiðbeiningum, en ég vissi að Guð hafði leyft þetta allt saman að helga mig meira, lesa meira Biblíu, að vera þolinmóður, að hrósa honum meira, að ná því sem hann. Ég verð vitni allt þetta, því dóttir mín fæddist heilbrigð. Því hún orðin 8 gömul. Hún hamingja manneskja í kirkjunni og ég verð vitni allt þetta til að gefa drottni dýr og heiður. Ég að votta til að dýrðin og lofi fyrir minn himneske fader. Ég spáði gjafin Guð búinn að segja mig að fara til lækni. Því að ofinn búinn að setja veikindi í líffæri líkamans minn. Og passa það ekki, sagði Guð, að því að hann ætla að gera þessi helsur í mér, að hann ætla að breyta alla mína líffæri mína. Svona var prósessi að ég fór til lækni og þá kemur upp að ég var með leikin, krabbaminn og hálsinn og maga. Í sanga var mína helsu niður meira og meira. Og Guð í miskunn honum í heimsókn fyrir okkur bróðir Álvaro Herrera sem ferða til Ekvador, hann búinn að leggja hendurnar yfir mér og Guð í miskunn honum var bara að gera til í mína helsu. Meira en það sem læknir búinn að segja að ég getur ekki verið neina aðgerð því að læknir líka búinn að segja að ég bara með 3 mánuði lífi. En Guð búinn að gera til gegn bróðir Álvaro Herrera. Svona var líka að Guð búinn að segja mér að ég ætla að fara tilbaka í mína land, Kolumbía. Og eftir smá tíma Guð var að tala aftur við mig að ofinni langar að setja meira veikindir í mér sem kemur upp í alvarlega innvortis blæðingar. Ég var með blóðráðir var í 3. En Guð búinn að tala við mig að passa þar ekki að því að hann að helsa mig aftur. Að því að læknir var að segja að ég getur ekki gera neitt og ég var ekki til að fara til aðgerð út af því hvernig var áðan. Þó kemur upp að bróðir var að leggja hendurna aftur og Guð búinn að gera aftur að taka í burt strax þessi svona blæðingur, þessi veikindir, þessi þreytandi. Að taka svona strax og í það ég líður mjög vel út miskunn Guð og þetta votta ég til að lofa og virða okkur Guð.